Halda áfram núna, Drottinn minn, í orðinu þínu. Þökkum fyrir dásalegt orð þitt og tóna og söng sem að fékk að hljóma. Þar sem við gátum lyft röddum okkar, höndum okkar, sál okkar í söng og lofgjörð tilbeiðslu til þín. Þökkum fyrir það. Opnaðu hjört okkar núna fyrir orðið þínu að við mættum skilja og meðtaka og þannig mætti bera þann ávöxt í líf okkar sem þú ætlaði í Jesú nafni. Þetta skrýtni tímar, það þarf ekki að tala meira það. Þeir eru það og við heyrum það allstaðar, ekki bara hér á landi, heldur út allan heim að kirkjurnar halda sína páskahátíð á svipaðan hátt og við erum að gera núna á einn eða annan hátt svona á netinu og það er dálítið sérstakt því að á páskunum eru við gjörn og vilja að hittast, koma saman, vera nálægt hvort öðru og hér í salnum núna er faktisk bara við Sibba og Lofgjörðarsveitin og góðir samkomið þjónar hérna og allir náttúrulega sem nú þetta orðið dreift salinn og við ætlum hins vegar að kíkja á orðið saman og eins og ég nefndi áðan að þá ekki endilega allir sem átta sig á hvað gerist páskana en telur þið vita það þá þetta bara góð upprifun en ég get lofað því að það mun í þessari upprifun okkar mun koma þættir sem að geta og Guð vill nota til að breyta lífið þínu og mínu gefa okkur nýja opinberun, nýja sýn ég alveg samfærður það Ættfæðir gyðinga, það byrja bara langt aftur í öldum, sko. Af hverju höldum við páskana? Það ekki eins og einhver sagði á föstudaginn langa var ekki þá sem strætó byrjaði að ganga. Ég veit ekkert það reyndar, ég efast það að hann hafi byrjað að ganga þá. En þessi úlingur sem að svara þessi spurningunum svona, hann var ekki, viss ekkert páskana. Og þannig með mörg okkar, við vitum lítið af hverju við höldum páskana. Hvað gerum við páskana? Jú, við förum á skíði, það ekki? Gerðum það. Það ekki svo mikið lengur, ekki allavega núna, ekki í ár, vonandi næsta ár. Og það mikilvægt að rifja þessu upp. Hvað aðalega, af því að við heyrðum það áðan, Rúnar sagði það áðan, hann sagði, þetta helsta hátíð kristinna manna. Af hverju hún það? Af hverju hún svona mikilvæg? Og hvað það? Og hver var fyrirmyndin að henni? Ég ætla að sýna ykkur hvernig það gerðist og byrjum þess vegna langt aftur í öldum. Byrjum á Abraham sem var forfaðir bæði gyðinga og múslimar í heiminum. Og í fyrstu Mósebók, þetta var löngu áður en það var til nokkur sem heitir Ísraels þjóð eða annað slíkt. Og í fyrstu Mósebók, 14. kafla, versi 18-19, þá segir að Abraham hafi hitt Melkísedek, sem var prestur, konungur af Salem, segir í Biblíunni. Og þessi konungur hitti Abraham, blessaði Abraham með brauð og víni. Gaf honum brauð, gaf honum vín og blessaði hann. Melkísedek þýðir réttlætiskonungur og hann var frá Salem og Salem komið orðinu shalom eða friður. Þannig að þetta var réttlætiskonungur friðarins. Í Hebreabréfinu aftur minnst á þennan konung. Það vissi enginn hvaðan hann kom, það vissi enginn hvert hann fór. Og það vissi enginn raunverulega neitt hann. Annað en hann birtist þarna og í Hebreabréfinu þá segir þessi konungur sem þarna birtist, hann var mynd upp á Krist fyrir framtíðina. Og það það sem ég langar að við skoðum núna, því að myndirnar sem birtast í Gamla testamentinu, nú ég ekki að krefja það að þú trúir öllu sem gerist þar. Það getur vel að þú gerir það, en þó þú gerir það ekki. Skoðaðu myndirnar og sjáðu hvað gerir síðan krafti og lífi Krists páskana og sjáðu hvernig það speglast.
Hebrearnir, sem að síðan urðu Ísraelsmenn, þeir voru fjötraðir í Egyptalandi í 100 ára. Þeir voru þrælar og þar strituðu þeir í sveita síns andlits og faktist sáu þeir voru svona byggingaverkamenn Egypta og þeir þræluðu þeim út til þess að byggja upp Egyptaland. Síðan kemur að því að Guð kallar það út og vill kalla það út úr Egyptalandi. Þið þekkja þessa sögu, þetta bara smá upprifun. Þetta myndin af páskunum, þetta það sem að gyðingarnir, þetta páskarnir, nú ég eiginlega að fara inn á þá páskar sem gyðingarnir ennþá í dag halda upp á. Þið munið eftir því í sögunni og eins og enn og aftur, hvort þið trúið þessum pláum í Egyptalandi, brotturinn gyðingur í Egyptalandi, förin yfir Rauðahafið, hvort þið trúið þið ekki. Hlustið vel á myndina. Guð segir, það að koma að pláa. Það svona hálfgerð veira, eins og í dag. Þetta dauðans alvara. Hún mun fara og hún mun taka frumburðinn. Dauði var í augsýn. En hann sagði til þess að þið, mitt fólk Hebrear sem ég hef kallað, lifið af. Þá ætla ég að biðja ykkur að slátra lambi. Slátrið lambi, taki blóðið og því að rjóða því á dyrastafinn og yfir hurðina að utanverðu að sjálfsögðu. Blóð úr lambinu átt að fara þarna á dyrastafinn. Síðan áttu að taka lambið, þetta mikilvægt, steikja það alveg í gegn og eta það allt. Og ef það sem þeir ekki gátu klárað, kvöldi áttu að brenna daginn eftir. Þegar þeir gerðu þetta, svo þegar dauðinn kom, pláan kom, þá fór hún fram hjá þeim húsum þar sem blóðið var á dyrastafnum. Alls þar sem ekki var blóð, breytti engu hvort það var Hebri, Egypti eða einhver annar þjóðamaður eða fjölskylda, þar sem ekki var blóð, þar kom dauðinn. Hugsið ykkur. Háalvarlegt. En þar sem var blóð, lambsins á dyrastafnum, þar fór dauðinn framhjá og lífi viðhelst. Þetta tákmynd upp á hina kristnu páska. Í stuttumáli þetta, við förum inn í húsið, inn í Krist, sem húsið okkar. Förum inn í hans líf. Og ég bara segja við, sérstaklega þið sem eru kannski að hlusta heima og þið ykkur fáið sem eru hér, við erum búin að heyra það að fólki gerðan pirrað orðið og það þreytt og samkomdu, fjölskyldunándin og samverunándin og svo mikil og fólk orðið pirrað og það jaðrar við og við vitum heyrt alvarleg tilfelli með þessi ofbeldi og svo pirrings heima fyrir. Sko þú getur látið þetta veiru ástand á COVID eyðileggja lífið þitt og fjölskyldunar. Þú getur lært af því og þú getur vaxið af því. Bara hvar viltu setja þig? Viltu láta þetta eyðileggja þig? Viltu læra eitthvað eða viltu hreinlega bara vaxa? Til ég að vaxa, ég til ég að vaxa, við viljum vaxa og þess vegna segi ég, notaðu tækifærið, jafnvel núna ef þú ert að hlusta, notaðu tækifærið að taka, segir byrju, kannski ég opna aðeins gluggann fyrir þessum páskaboðskap, sjá, hvað í þessum páskaboðskap? Kannski eitthvað þarna fyrir mig sem ég get aðeins kíkt á og kannski lært eitthvað, eða vaxið eitthvað. Fyrst þetta nú búið að tíðkast og lifa af, sko ekki bara 2000 árin frá því að Kristur kom, heldur aldirnar þar á undan, í þetta frásögu sem ég að segja ykkur frá núna, þá hlýtur að vera eitthvað meiri í þessu heldur en bara eitthvað svona della einhverjum örfáum trúðum. Opnum dyrnar og segjum, hey, ég ætla að opna gluggann fyrir þessu, kannski ég möguleiki að hérna geti ég lært eitthvað
og hugsalega vaxið í lífinu. Ok? Kristur okkar andlega hús. Og ef við förum inn í hann, tákgrænt, og blóðið hans á dyrastafnum, þá segir Biblían, þetta myndin sem við sáum í Egyptalandi, að þá segir Biblían, þá fer faraldurinn, fer dauðinn framhjá. Þess vegna eru páskar hjá mörgum kallaðir Passover eða framhjágangan. Að dauðinn fór framhjá. Ok? Þetta að fyrsta. Þið með? Þetta stórkostleg mynd. Ísraelsmenn frá þessum tíma, frá þessum degi sem að Drottinn sagði við þó, Móse talaði til þeirra og þeir, Guð talaði til Móse og hann talaði til þeirra og þeir slátruðu þessu lambi, 1 lamb per heimili og blóðið var sett á. Frá þeim tíma hafa þeir haldið páska, hugsa þér, einu sinni ári. Alltaf, af fyrirskipun Drottins. Til hvers? Til að muna eftir því að Guð leysti þá. Til að muna eftir því að Guð leysti þá. Alltaf. Og þá spyrðu, og byrðu fyrirgefðu Halldór minn, hvað hefur þetta þá með okkur að gera? Hvað hefur það með okkur að gera? Hvað gyðingar gerðu fyrir 100.000 og öldum á síðan? Hvað máli skiptir þetta fyrir okkur? Til að sjá hvað það skiptir fyrir okkur, þá ætlum við að stökkva fram á við núna til ársins 33 eftir Krist, eða þar bil. Og kíkjum í Lúkas, og nú erum við komin að kjarnanum. Lúkas 22. Það páskahátíð í Ísrael, páskahátíð í Jerúsalem. Jesús komin upp til Jerúsalem. Þetta eru síðustu páskarnir hans. Sumir vilja meina, Jesús og lærisveinarnir héldu aldrei páska. Ég ósammála því, ég heyrði þessa kenningu einu sinni og ég skil ekki inn að hvernig hún fengin. Auðvitað héldu þau páska. Gyðinglega páska. Þeir fæddust og ólust upp í þetta. Þetta var árlegt hjá þeim. Þannig að ég myndi segja að þetta var sennilega 33. páskahátíðin sem Jesús hafði tekið þátt í. En þetta var svo síðasta. Ef við lesa, grípum niður. Þetta sem við erum að lesa núna gerðist á skírdag og stund sem var á 5. daginn var. Og stundin var komin, gekk hann, Jesús, til borðs og postularnir með honum. Sjáðu, hann með postulana 12. Einhver aðri með, hann og postularnir 12. Já, Júdas var ennþá þarna, Ískariot, var allir með. Og hann sagði við þá, hjartanlega hef ég þráð að neita þessara páskamáltíðar með yður, áður en ég líð, áður en ég dey, áður en ég fer að líða fyrir syndir mannkins, áður en ég fer á krossin, með öðrum orðum. Ég hef þráð að eiga þessa páskahátíð með ykkur. Og þetta henni gyðinglegu páskar. Hann langaði að halda það með lærisveinum sínum. Svo segir hann þetta. Því ég segi ykkur, eigi mun ég framar neita hennar fyrir en hún fullkomnast í Guðs ríki. Eigi mun ég framar borða svona páskahátíð fyrir en hún hefur opinberast og fullkomnast í Guðs ríki. Með öðrum orðum, þetta lykilsetning af því sem Jesús að segja, vegna þess að allar hátíðir gyðinga, páskahátíð var bara eina mörgum, þær voru í hinu náttúrulega rætast í Kristi í hinu andlega. Og hann var hér að segja þeim, eftir þessa páskahátíð, strákar mínir, verður allt breytt.
Eftir þessa páskahátíð munu þið ekki halda páskahátíðina eins og þið hafi gert fram að þessu. Eftir þessa páskahátíð gjörbylting því að nú uppfyllist þessi hátíð. Nú uppfyllist það sem að hérðinni frá það orðið að veruleika sem Guð setti Ísraelsmönnum Hebreum í upphafi að halda þetta árlega til að minna sig á og einn daginn, þetta orðið að veruleika. Við þurfum ekki lengur að minna okkur á, þetta orðið. Það ekki allir gyðingar eðlilega sem tóku á móti Kristi sem Messiasi og halda áfram með hátíðina. Hún jafn falleg eftir sem áður. En fyrir þig og mig, fyrir okkur sem tókum á móti Kristi og trúum á Krist sem Messias og frelsara, gjörbreyttist allt. Hlusti, þetta ekki búið, sko. Svo segir hann, þá tók hann kaleik, gjörði þakkir og sagði, takið þetta og skipti með ykkur, því ég segi ykkur, hérðinni frá mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins fyrr en Guðs ríki kemur. Ég mun ekki fram að drekka af svona bikar vegna þess að Guðs ríki það bil að koma í krafti og anda. Það sem við erum búin að hafa fyrirmyndir af í einu náttúrulega alla þessa tíð mun núna rætast í einu andlega. Og hann tók brauð, gerði þakkir, braut það og gaf þeim og sagði, þetta líkami minn sem fyrir yður gefinn. Gjörið þetta í mína minningu. Og ég ætla aðeins að stoppa hérna. Ég puntaði hjá mér þegar gyðingar halda páskahátíðina, þá þeir með svona kaleik og það 4 bikarar. Þeir taka 4 bikara og hver og einn bikar hefur ákveðna merkingu. Fyrsti, ég mun leiða ykkur út. Það til að minnast að hann mun leiða það út. Annar bikarinn, ég mun bjarga ykkur. 3. bikarinn, ég mun frelsa ykkur. Og 4. bikarinn, ég mun taka ykkur að mér. Þetta það sem gyðingar gera árlega. Og þeir fara með þetta og þeir rifja þetta upp. Og svo taka þeir brauðið, eða matzó eins og heitir á hebresku, sem elsta páskamáltíðarinnar í Ísrael. Tákn frelsun og lausn. En hér voru umskiptin það bil eiga sér stað. Hér var gamli sáttmálinn það bil að klára sig. Það var það sem hann var að meina, fyrir það fullkomnast. Hann fullkomnaði gamla sáttmálann, hann fullkomnaði hátíðina, hann með sínu eigin lífi, þá fullkomnaði hann. Af hverju? Við tölum ekki Krist sem páskalambið. Hann var lamb Guðs, segjum við. Hann fór á krossinn, honum var slátrað. Og fyrir hans blóð sem fyrir okkar dyrastaf eða okkar hjarta, þá frelsar hann okkur, leysir okkur, leiðir okkur út og gerir okkur að sínum. Og verndar okkur. Ég veit ekki hvort þið tekið eftir þessu þegar við lesið þetta einhvern tímann. Hann tók kaleikinn, gjörði þakkir, tók brauðið, gjörði þakkir. Svo segir hérna, í vers 20, eins tók hann kaleikinn eftir kvöldmáltíðina og sagði, þessi kaleikur hinn nýji sáttmáli í mínu blóði sem fyrir þér útdelt. Með öðrum orðum, hann tók páskamáltíðina. Nennið að hugsa svona. Nennið að vera að pæla í þessu. Já, ok. Þetta getur hjálpa okkur frá því að vera pirruð eða eyðileggja og fara hugsalega þroskast og læra og vaksa. Þetta getur hjálpa okkur. Ég elska svona stöf. Ég alveg elska það kafi og sjá hvað að gerast hér. Og það sem að gerast, krakkar, að hann að taka, hann að klára kafla Gamla testamentisins, gamla sáttmálans. Eins og Albert Thor, vinur minn, sagði eins og já, hann má bara segja, Guð bara kom með nýjan samning. Það nákvæmlega það sem hann gerði. Þú veist, hann bara kom með nýjan samning fyrir okkur.
Hver elskar ekki nýja og góða samninga sem var betur heldur en svo gamli? Þú veist, þetta áleika eins og, þú veist, nú eru keppast allir við bankarnir við og allir sem eru húsnæðislánun ykkar endur fjármagna núna. Af hverju? Og það er búið að lækka vexti. Getur fengið betri samning. Margir eru búnir, margir eru að því, margir eru eftir. En það væri kjánalegt ef þú væri með 10% vexti á húsnæðislánuninni og þeir byðist 4%, að skipta ekki samning. Þetta munurinn. Hann segir, ég að koma í nýja, hið gamla verða engu, sjá nýtt orðið til, ég mun uppfylla það gamla, hef uppfyllt það gamla og nýtt orðið til. Svo hann tekur, takt eftir, hann tekur bikarinn aftur, eftir páskamáltíðina og segi, þessi bikar bikablóðs hins nýja sáttmála, mitt blóð. Kristur fer á krossinn, þið þekkið þetta, hann fer á krossinn, lambinu slátrað, rétt eins og fyrirmyndinni var slátrað, blóði hans úthellt. Og það sem gerist og nú koma kjarnanum í kristindómnum. Og þess vegna vildi ég vekja aðeins athygli ykkur á þessu, kjarnin í kristindómnum, hvort þið væri ekki til í að opna þess. Ég ætla að segja ykkur eitt, þið sem ekki í kirkjun okkar eða kannski ekki einu sinni neinni annarri kirkju. Smára kirkja ekki í þeim leiðangri að breyta hegðun ykkar. Við erum ekki hegðunarögla, við erum ekki að fara að skipta okkur hvernig þið lifið og hegðu ykkur. Ég ætla hins vegar að segja reitt. Okkur mikið annt það hverju þið trúið. Svo við erum eftir ykkur til að sjá hvort þið getur haft áhrif á trún ykkar. Því að þegar trúin kemur, þá gerist ýmislegt annað líka. Ok? Svo við viljum spyrja þig núna, til að skoða, hvað hef ég, ef þú hefur yfirleitt eitthvað trú eða hugsað páskana, ertu til að opna huginn þig núna og segja, heyrðu, skoðum þetta. Kristur fer á krossinn og Biblían segir okkur, hann lokafórnin. Eftir það þurfti aldrei að slátra einu lambi, nauti, kiðling, engu í viðbót til að friðþægja fyrir syndi mannsins. Og hér kjarnin. Hann fer á krossinn. Muniði, hann segir, nú erum við að rifja um konu á föstudaginn langa. Hann segir, Guð minn, hví hefur yfirgefið mig? Þetta svakaleg setning frá Jesú. Því á þeim tímapunkti á krossinum, hann var lifandi að sjálfsögðu ennþá, hann lifði svolítið tíma, ekki eins lengi eins og hinir sem voru krossandi með honum, hann lifði smá tíma og hann meðal hans kallar þetta, Guð minn, hví hefur yfirgefið mig? Á þeim tímapunkti myrkvaðist líf hans. Það var í fyrsta skipti í eilífinni sem að hann ekki var í samfélaginu við föðurinn. Af hverju? Vegna þess að synd mannkynsins alls, þín synd, mín synd og allra synd var sett á líkama Krists. Og hún gerði nákvæmlega það sama og gerðist með lambið í Egyptalandi. Það steikti hann. Þetta ljótt orð, en það steikti hann. Það gjörsamlega brenda hann upp til hann, það eyðilagði líf hans, það braut hann, það hjartaði honum brast, hann var algjörlega einn og yfirgefinn og ekki bara það, elsku vinir, hann tók alla sjúkdóma þína með á krossinn. Biblían segir, fyrir hans benjar, fyrir þau sár sem hann hlaut, ert þú heilbrigður. En vitið þið hvað? Í Rómarbréfinu 5, Kólossarbréfinu 3 og fleiri stöðum segir, og þú og ég dóum með honum á krossinum. Og þú segir, þetta meiri fullu, ég sprell lifandi þetta.
Við erum ekki að tala líkamann. Við erum að tala innra eðlilega okkar, innri mannin okkar, sem að Guð segir nú teki alla með, allt mannkynið og deyði það á krossinum í hans líkama. Og þegar hann rís upp til nýs lífs, þá rísum við með honum til nýs lífs í okkar innra manni. Ég veit, þetta ekki eitthvað svona bara, já, ok, ég fatt þetta alveg. Nei, þetta ekki endilega eitthvað sem við föttum bara allt í einu. En þetta þess virði að rannsaka. Þetta þess virði að skoða og vita hvað þýðir. Þetta algjörlega þess virði. Vegna þess að ef að þú dóst með honum á krossinum, þá allt í einu breytist það hvernig við tökum brauðið. Við ætlum að brjóta brauðið eftir, sjáðu til. Og hann segir, þetta líkami minn. Þetta líkami minn sem var brotinn. Þegar ég neyti af honum, þá ég að samsama mig dauða hans á krossi. Og öll mín synd, allir mínir sjúkdómar, ég að minna mig á að öll mín synd og allir mínir sjúkdómar sogast inn í þennan líkama og ég frelsast frá því. Brauðsbrotningin ekki bara gamalt ritúal. Það kröftugt, máttugt. Þú ert að samsama þig dauða Krists þegar hann tók syndina og sjúkdóma á sig. Þegar þú tekur hins vegar bikarinn, þá það seinni bikarinn sem hann tók eftir kvöldmáltíðina, sem blóðið hans og Biblían segir, lífið í blóðinu. Upprisu kraftur hans. Þegar þú tekur af, þá ert að samsama þig upprisnum Kristi. Og blóð hans streymir alla þínar æðar, alla þínar frumur, allan þinn innri mann. Þetta páskahátíð. Þess vegna, eins og Rúnar sagði áðan, þetta stærsta hátíðin okkar. Þetta það sem að breytti öllu. Þarna urðu kaflaskil. Þarna breyttist lífið, þegar gamla var það engu, nýtt var orðið til og þér og mér býðst nú að koma inn í þetta líf. Hann gerir þetta fyrir alla, sjáðu. Alveg sama hver þú ert, hvaðan þú kemur, hvert þú ert að fara, hvernig þú ert heima hjá þér eða ekki. Skilur, það breytir engu. Þetta fyrir þig líka. Það undir þér og mér koma og segja, heyrðu, ég vil þetta inn í mitt líf. Ég vil meðtaka þetta inn í mitt líf. Ég vil að mitt gamla dót deyi. Biblían segir þetta á annan hátt, álítið sjálfukar dáinn. Með öðrum orðum, þú þetta byrja að hugsa, heyrðu, þetta gamla drasl, það dó. Það krossfest var með honum. Hver ég? Ég stundum sagt að þess vegna sagði ég þetta áðan með það að við erum ekki hegðunarlögregla, að því margir halda það að kristendómur gangi bara út á einhverju hegðun. Þú veist, þú verður að hegða það rétt, annars verður Guð bara pirraður út í þig. Það þetta gamla. Ef þú gerir þetta, þá skal ég, sagði Guð. Í nýja sáttmálinu sagði, nei, Kristu gerir þetta og þess vegna áttu. Við stundum talað prinsana í Englandi til dæmis. Ef að þeir gera eitthvað skandal, þú veist, missa sig einhverjum pub, leiðin heim eitthvað kvöldi eða eitthvað. Og það kemst náttúrulega í fjölmiðla og út allt. Það vantarlega kongur. Þá hann ekki, ég get lofað því, þá hann ekki tekið inn og segir, þú er nú engin kongur hérna frá, fara bara út. Nei, það? Hann alltaf kongur. Það arfleiðin. Hann á þetta. Það hins vegar sagt, heyrðu, svona hegðun sæmir ekki konungi. Þetta sæmir ekki. Þetta sæmir bara ekki. Þetta breytir ekki lífið þínu og þann háttir en þú verður ekki, hættir að vera það sem þú ert. Og þetta nákvæmlega saman með Krist. Það að við klúðurum einhverju þýðir ekki það að við hættum að vera börnin hans, hættum að tilheyra honum, hættum að vera hans. Það þýðir bara það að við þurfum að skoða að byrja, á hverju ég svona? Og ég get alveg sagt þér,
ég algjörlega samfærum eftir þetta. Nú ég ekki fæddur í gær. Ég veit að mætti halda að ég væri fæddur. Nei, alveg talað. Sko, ég búin að lifa árin og áratugina og ég get sagt ykkur það að en helsta ástæða fyrir klúðri kirkjunnar og trúar er að þau vita bara ekkert hver þau eru. Þau eru búin að gleyma þessu hérna sem gerðist páskana. Þau haldi upp á það. Þau rifja það upp. Þau fari í gegnum rithöfunlið og allt saman. En svo fara út í daglega lífið og býtu, nei, ég nú alveg bara sprelllifandi gamli maðurinn í mér, sko, alveg stein. Nei, þú ert dáinn. Og þegar fyrir en við byrjum að hugsa það þannig og sjá okkur þannig, þá breytist lítið hjá okkur, elsku vinnir. Og því að uppber okkur. Og sagði, þetta svona 40 ár sem þetta tekur. Að ná þessu. Tími líður hratt að COVID-veiruöld. Nei, hann gerir það ekki. Það finnst öllum tíminn bara að standa í stað. Og þá kemur hvað mingin einu sinni. Notaðu þennan tíma og skoðaðu hvort að innri maðurinn þurfi ekki smá aðhald núna. Mér fannst gott það sem að Þórólfur sagði við okkur í sjónvarpinu daginn, man ekki nákvæmlega hvernig orðaði en innihaldið var þetta, hvað mun það skaða þjóðina þó þurfum að fara aðeins hægar yfir fram að áramótum? Hvað mun það skaða okkur? Og nú ég ekki að gera lítið úr efnahagslegum áhrifum og þungum áhrifum. Hann bara, enda var hann ekki að meina það. Hann bara að segja, þó að þú farir sjaldnar til útlanda, þó að þú gerir þetta sjaldnar heldur þú ert vanur að gera, þó þú lifir aðeins lægra heldur þú ert vanur að gera, er það ekki þá bara allt í lagi? Og það er það sem að þetta gengur út á, elskur, þá notum við tíman til þess að fara inn og skoða líf okkar. Og nú ætlum við að brjóta brauðið. Góða Óli minn. Þið sem eru heima, þið takið ykkar bikar og ykkar. Við blessum þetta, Faðir, í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Þið sem eru í salnum og dreifum salin, hann kemur bara með þetta til ykkar. Þið sjáu, hann með hanskana sín á, alveg svo þetta á að vera, við hlýðum við þið. Og ég bið ykkur að taka bæði brauð og vínið, eða djúsin. Sjáu þið til. Jesús sagði á páskunum, brauðið líkami minn. Þú átt að borða af því. Þetta mjög sérkennilegt. Við vitum að þetta táknrænt því hann ekki var hann að skera neitt af sér til þess að gefa hann borðan kvöldið. Hann gaf þeim brauð. Þetta táknrænt. En brauðið tákn líkama minn. Þú etur það. Hvað gerist við brauð þegar þú etur það? Það verður hluti af þér. Það verður hluti af þér, algjörlega hluti af þínu líkama. Og þú þarft að hugsa, þegar ég að borða þetta brauð líkama Krists, þá ég að samsama mig líkama Krists sem fór á krossin og dó fyrir mig. Ég að gera þetta í minningunum hann og öll mín synd, allir mínir gallar, allir mínir sjúkdómar og krankleikar sem í mér eru, líkaminn tekur á í sig og ég læknast. Þannig þurfum við að byrja að sjá okkur. Faðir minn, við blessum brauðið og við minningu þína líkama þinn sem þú fórst með á krossin og dóst fyrir okkur til að taka á þig, okkar synd og okkar sjúkdóma. Þannig að við mættum vera réttlæti Guðs í Kristi, heilbrigð og hraust. Þá tökum við nú af og samsum okkur líkama okkar gamla manni dauða þínum í Jesú nafni. Tökum saman, elsku vinir.
bikarinn sem að tók eftir kvöldmáltíðina. Hann sagði, þetta gerir þetta í mína minningu því þetta sem nú hafa skiptin átt sér staðsjáðu. Hann brauð páskamáltíðin í síðasta sinn. Brauðið sem tóku þá var líkam hans á krossi. Bikarinn eftir. Það gamla farið, nýtt orðið til. Nýr sáttmáli, skrifaður í blóði lambsins og þetta það blóð. Og þegar þú drekkur, þá fer það líka út í allan líkamann þinn. Hverja frumu, út allt. Og það uppreisturkrafturinn. Jesús reis frá dauðum, sigraði dauðan, sigraði myrkrið og þú og ég samsömmum okkur því og rísum upp, sigrum dauðan og sigrum myrkrið. Tökum saman. Skulum biðja, vinir. Himneski Faðir, við þökkum fyrir það að þetta snilldarverk sem þú byrjar að undirbúa öldum áður en Kristur kom. Undirbjóst til að gera klárt fyrir uppreisturkraftinn til að endurheimta okkur inn í líf kærleikans, endurheimt okkur inn í samfélagi við þig. Við þökkum fyrir páskaháttíðina að hún gott betur heldur bara minning gamla liðna atburði. Hún lifandi kraftur fyrir okkur í dag. Brauðsbrotningin læknar okkur, ger okkur heil þegar við minnumst þess að við dóum með þér á krossi og þar með synd okkur og sjúkdómur og við minnumst þess og þú reist frá dauðum og við risum upp með þér og blóð þitt ritar nýjan sáttmála og sá sáttmáli þín loforð eru já og amen í einu og öllu. Við þökkum þig kæri Drottinn fyrir við megum gera þetta, ekki bara páskana. Það stórkostlegt að minnast þessum páskana, við megum gera þetta hvenær sem Drottinn minn. Daglega, vikulega, mánaðarlega Drottinn minn, megum við brjóta brauðið. Þökkum við Drottinn minn. Og ég bið fyrir vinum mínum heima, sem heima sitja Drottinn minn. Og þeir sem hér í salnum, biðum blessun, varðveislu, líf og vernd. Yfir alla sem að hlusta og fjölskyldur þeirra. Blessaðu þau, Drottinn minn. Þakkaði Drottinn fyrir náð þín og miskunn sem ný á hverjum degi. Þú svo góður, þú bara góður. Halleluja. Takk, Jesús. Ég var að hugsa það núna þegar ég var að biðja, elsku vinir, og segi, já, hvað þurfum við alltaf að vera að taka þetta svona, nú að spyrja það einu. Ef þú hefur fengið flensupest eða eitthvað vírus, ekki að tala COVID, og þú fer til læknis og hann segir, já, taktu hérna svo antibiotics, hvað heitir það? Penicillin, hér penicillin og taktu og þú verður heill. Og þú fer heim og, ok. Þetta fyrsta sinni þú tekur svona penicillin, þú ekkert góð. Ok, dokki sagði það bara, ég ætti að taka þetta. Svo tekur þú penicillin og tekur eina pillu og þú bara alls ekkert betri. Og þú ferður upp, hvað stendur alltaf á bóksunni? Heyrðu, ok, ég þarf að taka þetta alveg í 10-14 daga, vá, sko þetta gleymi því ekki. Og þá verður það heill. Þú búin að taka 5 daga, þá líður allt í hennu rosalega vel. Ég bara góður, ég góð löngaður en dokki sagði ég myndi verða góður. En þú veist að jafnvel og ég, þú hættir ekki þá. Þú klárar penicillinkúrin, alla leið. Þetta nákvæmlega sama með brauðið. Þú ert að leita lækningar, brjóttu brauðið.
Þetta er ekki bara einu sinni ári. Brjóttu það þess vegna reglulega. Við verðum að fá opinberun og kraftin, því hann opinberar sig í þessu. Hann talar og hann læknar, leyfðu honum. Takk þetta bara sem pensilingúr. Halleluja. Siffa mín, segðu hvað. Ekkert frekar, kannski eitthvað. Bara yndisleg stund hérna að baki. Mér langar kannski bara rétt í lokin ef að þú ert að horfa og þú veist ekki, þekkir ekki Jesú, veist. Ert ekki búin að fá frá læknunum þetta meðal? Því að það þarf að taka mótunum. Jesús er nefnilega svo mikill herramaður. Frábært orð frá Halldóri. En eins og ég segi, Jesús er herramaður. Hann mun aldrei ryðjast inn í líf þitt, hann mun aldrei taka yfir líf þitt og fara að gera hluti á þess að þú bjóður honum inn. Hann stendur við dyrnar og hann bankar. Og það er svo mikið atriði að taka móti Jesú, hleypa honum inn. Þannig að mér langar til þess að bara biðja stuttabæn og ég bið alla hér, þessu örfái hér í lofgjörasveitin okkar og Halldór að biðja með mér, eftir mér. Og bænin er svo einföld og það skilur á milli feigs og ófeigs. Þannig að biðjum saman, kæri Jesús. Ég bið að koma í hjarta mitt í dag. Ég bið að fyrirgefa mig sér hverja synd. Viltu fylla mig á heilugum anda? Og viltu ganga með mér hvern einasta dag? Drottinn Jesús, ég þakka þér að ég nú þitt barn. Í Jesú heila nafni. Amen og amen. Og ef að þú varst að biðja þessa bæn í fyrsta skipti, til hamingju. Drottinn blessi þig, þú ert byrjaðar á magnaðri vegferð. Þannig ég vil bara þakka fyrir yndislega samveru í dag og biðja ykkur að njóta dagsins og vikunar, komandi viku. Drottinn blessi ykkur. Amen.